Birgir Þór heiti ég, þeir horfa á Daewoo Motorsport og efni þáttarins í kvöld, 5. og síðasta umferð Íslandsmótsins í torfæru. DFF torfæran sem framfór á laugardaginn var. Fyrir mótið þá voru 3 sem gátu orðið Íslandsmeistarar, Gísli Gunnar Jónsson, Einar Gunnlaugsson og Sigurður Arnar Jónsson yfir heildina, en í götubílaflokki voru það 2 Gunnar Pálmi Pétursson og Ásgeir Jamil Allansson og við komum til leiks eftir að 3 þrautum lokið. Það var Sigurður Þór Jónsson efstur og taki eftir því að aðeins 1 þremenningana Gísli Gunnar Jónsson er inni í hópi þeirra 7 efstu. Og hann fer einmitt fyrstur af stað hérna í 4. þraut hjá okkur. 300 stig í boði fyrir að fara brautina til enda. Ég lendir fyrst í vandræðum strax við 100 stiga hliðið. Bakkar og hann tapar við það 40 stigum. Gunnar Gunnarsson, Gísli, Grétar Sigurðsson og Haraldur Pettersson fóru allir brautina á enda, en það gerir Gísli Gunnar Jónsson ekki og fær aðeins 50 stig með 630 alls, og þá á Sigurður Arnar Jónsson og Einar Gunnlaugsson möguleika á því að komast upp fyrir hann. Til þess þá þurfa þær að fara í gegnum þetta lið. Nei, Einar kemst ekki lengra, sprungið að framan hægra megin, fær aðeins 90 stig, lagaðist þó stöðu sína gagnvart Gísla Gunnar Jónsson og þá er það Gunnar Egilsson. Já, aðeins 90 stig, 650 alls, Sigurður Þór Jónsson. Þetta er ennþá fært ef að menn fara rétt í þetta barð. Það þarf þó svolítinn hraða og það þarf að hitta á nákvæmlega rétta blettinn. En Sigurður Þór leggur ekki í það hérna og hann fær 90 stig, komið 760 alls. Þá er Gunnar Pálmi Pétursson í baráttu við Ásgeir Jamil Allansson sigur í götubílaflokki, en eins og þið eflaust munið að þá sigraði Ásgeir Jamil Allansson yfir heildina í fyrstu keppni ársins og var þá sjálfsögðu í forystu bæði yfir heildina og í götubílaflokki. Gunnar Pálmi fær aðeins 90 stig hérna. Brýtur hérna vinstri afturöxul og ekkert átak á afturhjóli og aðeins 90 stig. Þá er það Sigurður Arnar Jónsson frá Akureyri sem var í 3. sæti í Íslandsmótinu fyrir keppnina á Hellu og hann tekur enga áhættu hérna, aðeins 80 stig og staðan eftir 4 þrautir. Gísli Grétar Sigurðsson eftir með 835 stigum þar á eftir Gunnar Gunnarsson á götubíl, Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti, Ásgeir Jamil í 4. og sjáu þið Gunnar Pálmi er í 7. og þremenningarnir sem að berjast titilinn Íslandsmeistari árið 1999 voru ekki einu sinni þarna á blaði yfir 7 efstu. 5. þraut, Ragnar Guðjónsson fer hérna fyrstur og tínir niður dekkin ýmist á 20 eða 50 stigum í mínus. Þessi þraut var, það veltur bara hérna, 70 stig og sjáum við 160 refsistig. Ragnar komið 615 stig, síðan klappar fólk fyrir honum fyrir að bjarga sig frá því að velta 2 veltur eftir að 1 velti var lokið. Og sjáum við plötun undir bílnum. Það var Gísli Gunnar Jónsson. Gerir þetta vel, refsilaus ennþá og snertir hérna á -20 og aftur -20, búinn að tapa 40 stigum. Og 60 stig farinn og upp á veran á 300 stigum, það er 230 stig fyrir þrautinu, komið 860 alls. Og þar með komst hann rétt aðeins upp fyrir Gísla Grétar Sigurðsson sem var með 835 eftir 4 þrautir. Það var Einar Gunnlaugsson. Það fór hjá honum skiptingin í þraut nr. 2 sem betur fer fyrir hann að það var matarhlé í klukkutíma og þeir náðu að skipta skiptinguna, en hér hikar Einar Gunnlaugsson augnablik og við það missir bíllinn áframferðina og hann kemst ekki upp og fær aðeins 170 stig. Augnablik sem hann hikar og þar með mist hann mómenti og heitir eða hreyfinguna sem var í gangi og þá var það Gunnar Egilsson. Gísli Gunnar Jónsson var með 9 stiga forskot á Einar Gunnlaugsson og 10 stiga á Sigurður Arnar Jónsson. 5 stiga munur er á 1. og 2. sæti, 3 stig á milli annars og 3. sætis og Gunnar Egilsson ætlaði nú að segja hittir ekki hér á endaliðið og fær 230 fyrir lengdina og tapar aðeins 20 stigum. Takk fyrir. Þá er það Sigurður Þór Jónsson.
Það að Gísli hafði 9 stiga forskot á Einar þýddi það að Gísli þoldi það að Einar Gunnlaugsson myndi lenda í 1. sæti og þá hann sjálfur, þar segir Gísli Gunnar í 3. Niður í 4. sætið var þá orðin of mikill munur, þar segir að Gísli myndi tapa ef hann lendi í 4. ef Einar sigraði. Hann þoldi 4. sæti gagnvart Sigurði Arnari Jónssoni og hér fær Sigurður Þór Jónsson aðeins 200 stig, komið 960 og þá var það Gunnar Pálmi. Var með 8 stiga forskot á Ásgeir Jamil í göttubílaflokki og það er sama stigagjöf þar, 20, 15, 12, 10. Þannig að hann þoldi það fyrir keppnina að hafna í 3. sæti, fær 220 stig hérna. Þá var Ásgeir Jamil, hann var fyrir framann Gunnar Pálma og Gunnar Gunnarsson var þarna einnig, þannig að Ásgeir Jamil þurfti að stóla á hjálp frá öðrum keppendum, en hér virðist Ásgeir missa alltaf og hann tínir niður dekkin hérna og refsingarnar tínast inn. Ekki gefst hann samt upp, hann gefst aldrei upp. Sjáðu 230 fyrir lengdin en 250 refsistig, árangur þessari þraut 0 og þar með var Gunnar Pálmi komin upp fyrir Ásgeir Jamil og nú þurfti Ásgeir Jamil á því að halda eitthvað óhapp gerðist hjá Gunnari Pálma í 3 síðustu þrautunum. Þá var Sigurður Arnar Jónsson. Gísli Gunnar Jónsson fór alla leiðina upp, Sigurður Arnar verður að komast upp og helst refsilaust. Það munaði ekki nema 5 stigum á honum og næsta sæti fyrir ofan eftir 4. þraut. Hann fara eins undir á 90 stig, þannig að staða Gísla er betri. Það var nætti rétt hennar að Sigurður Arnar hefði verið fyrir ofan Gísla fyrir þessa þraut, en það var hann í næsta sæti og eftir Gísla Gunnar Jónssoni. Og ekki lagaði staða hans í þessari þraut, en þá var það Gunnar Gunnarsson og hann fer hér út úr braut, langt út úr braut og fær þar að leiðandi ekki mörg stig fyrir þessar tilraun sína, 170 stig. Og þá er það Gísli Grétar Sigurðsson á Komatsu, búinn að keppa í mörg ár í torfærinni, aldrei sigrað. Vel gert og vel gert, hann er refsilaus en þá tekur hann að dekka 20 og fer út af braut, 230 stig fyrir lengdina, 190. Samtals á heldur forystunni er með 55 stiga forskot af Gunnar Gunnarsson. Sigurður Þór Jónsson er í 3. sæti, þá kemur Gísli Gunnar Jónsson konum upp í 4. og Gunnar Egilsson er í 5. Gunnar Pálmi er komin langt upp fyrir Ásgeir Jamil og er í 7. sæti, en Sigurður Arnar Jónsson er þarna skammt undan, 55 stigum á eftir Gísla Gunnar Jónssoni og þá tókum við 2 tímabrautir. Og hér gildir svo regla að besti tíminn gefur 300 stig, annar besti tíminn 270, þriði besti tíminn 250 og síðan 240, 230 og svo framvegis. Fyrir hvert dekk sem að keppendur snerta eru dregin 10 stig af þessari tölu og hér er Gísli að reyna að ná uppbeygju sem var lögð í brautina, mjög skemmtileg þraut hérna og hann snerti, sýndist mér þarna 2 dekk og þá á að draga á honum 20 stig. Gísli keyrði hins vegar mjög hægt í þessari þraut sem að er óvanalegt og hann náði ekki nema 11. besta tíma og fekk aðeins 140 stig og vænkast nú hagur Einars Gunnlaugssonar og Sigurðar Arnar. Einar hefur kraftinn, hann lendi í því að það biluðu knastásar í þessari vél sem hann er með fyrir í sumar og hann hefur nú fengið réttu knastásana. Þetta er knastásar sem biluðu vegna þess að þetta voru rangir hlutir í vélinni, pössu ekki sama við bensíni sem að er verið að nota hér á landi, þannig að þjöppulutfallið var ekki rétt. En Einar hefur kippt í liðin og er með gríðarlega öfluga vél, en eins og ég sagði áðan, það fór hjá nú skipting í braut nr. 2 og hér fær hann 200 stig, örlítið betri árangur heldur en hjá Gísla í tímatalið, en það er ekki nóg til þess að komast upp fyrir hann. Þá er það Gunnar Egilsson, fer hratt hérna og eiginlega hálfpartinn út fyrir braut, þarna lá Kaðall sem að átti að afmarka brautina og síðan eru einhverja gangtruflanir og
og Gunnar Egilsson aðeins 5. besta tíma, fekk 190 stig. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Og unnendur bíómynda og bíómynda þar sem er verið að keppa í kappakstri með alls konar tildrifum. Fylgist nú bara vel með. Laglega gert hjá Sigurði, að vísu fékk hann refsingu fyrir dekkin sem hann var að tína niður þarna og hann er búinn að tína núna niður hann náði langtasta tímanum og þetta eru 270 stig. Tími hans 31 sekúnda og 73 hundraðustig. Þá er það Gunnar Pálmi. Þarf bara að halda haus og vera fyrir öruggur fyrir framan Ásgeir Jamil, klára þessa keppni, fá stig úr hverri braut og þetta er 3. síðasta brautin. Gunnar Pálmi hefur eins og þið kannski sjáuð sem hafi fylgst með torfærunni breytingar á útliti bílsins í því formi að nú er hann algjörlega óbeiglaður. Þar hefur hann létt bílinn talsvert og sjá henni á Ásgeir Jamil. Og þessu fögnuðu fjölmargir áhorfendur sem voru á keppninni á Hellu. Þetta var 5. og síðasta umferðin í Íslandsmótinu og allar 5 giltu að stigum. Ásgeir Jamil fær 190 stig, 920, þá var það Sigurður Arnar Jónsson. Gísli Gunnar var aðeins með 11. besta tíman. Þannig að nú átti Sigurður Arnar Jónsson möguleika á því að komast upp fyrir Gísla. Og hleypa svolítið spennu í Íslandsmótið. Og Sigurður Arnar Jónsson náði öðrum besta tíman og fær 240 stig og skýst þar með upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson í þessari þraut. Og Gunnar Gunnarsson það er erfitt að slá út tilþrifi Sigurðar Þórs Jónssonar og Ásgeirs Jamil í þessari þraut, en það er hér verið að keppa hér við tíman. 220 stig fyrir tíman og 180 stig út úr brautinni og þá er það Gísli Grétar Sigurðsson. Laglega gert hjá honum, hann er tiltölulega fljótur. Og sleppur þarna í gegn á þessu snertan okkur og náður 3. besta tímanum 33.04 og heldur forystunni, er núna með 15 stiga forskot á Sigurð Þór Jónsson. Gunnar Gunnarsson dottinn í 3. seti, Gunnar Pálmi kominn í 4. og Sigurður Arnar Jónsson kominn upp fyrir Gísla Gunnar Jónsson og 2 þrautir eftir. Það var allt opið ennþá. Og þá er það næst síðasta þrautin og það er áin, það er tímabraut og Gísli Gunnar Jónsson fer fyrstur. Og hér þurfti undirbúningur að vera í lagi, bílarnir þurfti að vera vel varðir, bæði hvað snertir rafmagn og síðan loftintak fyrir vélina. Mesta hættan á því að drepa á bíl í svona vatnagangi er sú að það fari vatn inn á vélina. Hér þarf bara hraða. Og Gísli gerði þetta frábærlega vel. Og hann náði tímanum 30 og 8,27. 38,27 er tíminn sem aðri keppendur þurfa að berjast við og það gekk ekki eftir hjá Einari Gunnlaugssyni. Hér draf bíllinn á og hann fór ekki mikið lengra þetta, fór aðeins 20% brautar fyrir 30,60. Þá var það Gunnar Egilsson. Tíminn sem hann er að keppa við er 38,27 og hér er hann nú tapa tíma 1-2 sekúndum. Það gerir Gísli Gunnar Jónsson einnig í næsta hliði sem hann hitti ekki á og varð að bakka. Gunnar hittir á og það var spurningin hvort hann fer þetta á vængjónum. Og þetta er spurningum hraða og góða fjöðrun, þannig að þetta er ekki að stoppa. Og hann er betri tími en Gísli Gunnar Jónsson, 35.04 og það eru þá 3 sekúndur á milli þeirra, sem þýðir það að aðri keppendur geta raðað sér þar á milli og sett Gísla Gunnar Jónsson niður, sem ætti þá að vera gott fyrir Sigurð Arnar Jónsson. Það er ekki ljóst fyrir í lok tímabrauta hver
útkoma fyrir hvern og einn keppenda því þeir sem ekki ljúka brautum fá aðeins það hlutfall af lengd brautarinnar, eins og í þessu tilfelli Sigurður Þór Jónsson, hann fær 90% af þeim stigum sem að sá fær sem hann nær lakasta tímanum í brautinni. Og lakasti tíminn í þessari braut gaf 180 stig, sem þýddi það að Sigurður Þór Jónsson fekk aðeins 90% af því, sem eru 162 stig. En það er mikilvægt að klára brautina, ljúka brautinni, og það var Gunnar Pálmi og hann snýst hérna og nú sjáum við það þegar hann stígur á bremsuna að hægra framhjólið stoppar. Það er merki um það að það sé brotin öxull. Hann er ekki með drif á nema 3 hjólum og þá getur verið erfitt að keyra ofan á vatninu vegna þess að þá vill bíllinn leita til hægri í þessu tilfelli þegar það er átak á vinstra framhjólinu, eins og við sjáið. Hann snýst hérna og hann verður bókstaflega að klára þessa braut, ljúka brautinni, fá stig. Hann er að vísu kominn inn 75-80% af brautinni. Og nú má ekki drepa á. Ef hann drepur á, þannig að vélinn fer ekki í ganga aftur, þá missir hann á síðustu brautinni og það getur þýtt það fyrir hann að Ásgeir Jamil Allansson fer upp fyrir og fleiri keppendur sem að gera það verkum að Gunnar Pálmi myndi ekki ná Íslandsmeistaratitli. En sjáu þetta, hann lýkur við brautina að vísu á lakasta tímanum, 1 mínútu og 40 sekúndum, en fékk samt sem áður 180 stig. Þá er það Sigurður Arnar Jónsson. Nei, þetta er náttúrulega Ásgeir Jamil Allansson. Og vinstra afturhjóli yfirgefur bifreiðina. Ásgeir Jamil Allansson gerir sér ekki grein fyrir því. Heldur sjálfsagt að það sé bara sprungið, veit það, finnur það að bíllinn haga sér eitthvað undarlega. Heldur áfram og nú er að sjá hvernig gengur í ánni. Já, yfir fyrsta kaflan. En auðvitað snýst bíllinn bara í allar áttir. Ásgeir Jamil veit ekki af því að það vantar vinstra afturhjólið undir. Og við fáum að sjá viðbrögð hans þegar hann áttaði sig á því loksins í næsta þætti. Spennandi. Þá er það Sigurður Þór Jónsson. Sigurður Arnar Jónsson ætlaði hérna að segja. Hann ná möguleika, hann þarf að ná betri tíma en Gunnar Egilsson, 35.04, en hér springur upp í blöndungin hjá honum og það bognar spjöldin sem að stjórna loftstreyminu inn á vélina og hann fór ekki lengra, fór 50% brautar, fær hann hér uppgefið, en það er vegna þess að hann fór aðeins lengra en við sáum hér er kominn Gunnar Guðmundsson og hann fleytir rapparanum ánast alla leið og kemur betur út þessu heldur Sigurður Þór Jónsson sem að drapa á þarna. Þið sjáu að þetta er svolítið djúpt. Og Gunnar Guðmundsson náði 5. besta tímanum, 50,33. Þannig að það fer að fækka þeim mönnum sem að hugsanlega hefðu geta sett Gísla Gunnar Jónsson niður. Þar að auki þá var Sigurður Arnar Jónsson búinn að fara í brautina. Það var ljóst að Gísli Gunnar var kominn mjög vænlega stöðu fyrir síðustu þrautina. Þetta er Gunnar Gunnarsson með beina stefnu á fyrsta sæti í götubílaflokki, það er að segja í þessar keppni, og þá er það Gísli Grétar Sigurðsson á beinu brautinni til sigurs í þessari keppni. Það er vísu ein þraut eftir og hann sekkur. Hann getur tapað að fórustur hérna ef hann kemst þetta ekki. Áfram og upp úr komst hann. Og þá er staðan fyrir síðustu brautina þannig að Gísli Grétar Sigurðsson er með 1495 stig. Sigurður Þór Jónsson er enn í öðru sæti en aðeins 2 stigum á undan Gunnari Gunnarsinni. Gunnar Egilsson er í 4., Gísli Gunnar Jónsson í 5., Gunnar Pálmi í 7. og Ásgeir Jamil langt fyrir neðan. Þannig að titillinn er ekki mikillega hættu í göttubílaflokki og Gunnar Egilsson fór hér fyrstur í mýrina sem var rekinn hvað snertir refsingar eins og í tímabrautum, þar að segja 10 stig fyrir hverja merkingu sem keppendur snertu og síðan Gunnar Egilsson útbraut og hann fekk því aðeins 170 stig og lauk keppni með 1520 stig. Og þá er það Sigurður Þór Jónsson
átti möguleika á því að sigra í keppninni en Sigurður Þór fór ekki nema 50 stig fyrir þessa braut, mínus 10 í refsingu og síðan kom Ásgeir Jamil í loka baráttunni Íslandsmeistaratitil í götubílaflokki og hann viltist af leið og Neskvik skutlan þoldi ekki allan þennan brúna lit í vökvanum og hann fór því aðeins helming brautar eða rétt rúmlega það og þá það Gunnar Gunnarsson átti möguleika á sigri en náði því ekki, náði hins vegar fyrsta sæti í götubílaflokki. Sigurvegari í keppninni var hins vegar Gísli Grétar Sigurðsson og hér skipti mestu máli að í þriðju braut þá fór hann alla leið, fékk 300 fyrir lengdina og örfá refsistig á meðan að aðrir keppendur fóru ekki nema þriðjung brautar. Afsaki, ég að tala fjórðu braut náttúrulega þar sem að Gunnar Gunnarsson, Gísli Sigurðsson og Haraldur Pétursson fóru alla brautina á meðan aðri keppendur voru að fá 90 stig út úr þeirri braut en sigurvegari, öruggur sigurvegari með 1765 stig, Gísli Grétar Sigurðsson. Og þá var komið að Gísla Gunnari Jónssoni og það var í þessari braut sem Gísli ók af sama hætti og undanfarin ár sem hann tryggði sér Íslandsmeistaratitilinn rétt eins og í fyrra. Það voru vísu harðari keppni í sumar, það voru 5 umferðir og það voru 5 einstaklingar sem sigruðu, það er að segja einn sigurvegari með sitt góru nafni í hverri umferð. Gísli Gunnar Jónsson sigraði í 4. umferðinni, Gísli Grétar Sigurðsson í 5., Guðmundur Pálsson í þeirri 3., Sigurður Arnar Jónsson í 2. og Ásgeir Jamil Allansson í þeirri 1. og Gunnar Egilsson lenti í 3. sæti í keppninni á laugardaginn og sigurvegari í götubílaflokki var Gunnar Gunnarsson, í 2. sæti Gunnar Pálmi Pétursson og þar með Íslandsmeistari í götubílaflokki og Ásgeir Jamil Allansson lendi í 3. sæti í götubílaflokki. Við skulum aðeins fagna með gleðinni sem var á laugardaginn. Tími okkar er nánast á þrotum í dag, síðustu helgi lauk Íslandsmótinu í kvartmílu, það verður að bíða betri tíma og annar keppnisdagurinn í bílabúðar Bennakartinu fór fram á sunnudaginn, það bíður einnig betri tíma. Á laugardaginn verður keppt í Sandspyrnu að Hafnargili í Eyjafirði, þar eru tæplega 40 keppendur skráð til leiks og loka umferðin í bílabúðar Bennakartinu fer fram á sunnudaginn á brautinni í Kapellahrauni sem er í Hafnarfirði og sá er þetta talar fékk kaldabaðið eftir keppnin á Hellu. 3. umferðin í Formúlu Offroad sem átti að fara fram í Swindon á Englandi hefur verið frestað ákveðinn tíma. Við víkjum nánar að því þegar við fáum fréttir af því hvenær hún verður. Birgir Þór ætlar að kveðja að sinni, verður aftur að vikuliðinni, þangað til þá, bless bless. Veðgrip með Monroe, bílahaust. 12 íþróttablað, alla mánudaga, gefa af sport. Bílabúð Benna, betri bílar. Tork til taks í bílnum, SO stöðvarnar.